Við erum stödd í hinu húsinu. Hún var að segja að þetta meira svona hvernig á dagskrána vel. Þú tala eitthvað með grafíska hönnun, hvernig á að setja inn. Hún tók það sem dæmi áðan og þá hlýtur þetta að vera hvað dagskrárstjórinn á að gera. Hverjir eru sponsorar, þú veist? Hverjir eru að taka þá? Hvernig... Og náttúrulega er uppkomin línulista og þá er náttúrulega afar æskilegt að vita líka að það ekki hvort að trommarinn sé. Örfendir eða réttendir? Þetta upplýsa keppnirnar dagskrá, fyrirkomulag, hvað fyrir þetta að mæta. Það að viðburður heppnist, hjálpa upprennandi tónlistarmönnum að koma sér á framfæri, fá sem flesta á viðburðinn og allir fari sáttir og öllum líði vel og fólk svona fyllist innblæstri og skapandi gleði. Við vorum búin að skrifa niður Vífilfell og Ölgerðina, svona sælgætisfyrirtæki eins og Nóa eða Góðu eða eitthvað og einhverja pizzastaði eins og Dominos. Við búum með verðlaunin sem að styrta aðeins alltaf. Það er upplýsingur hátíðina, hvað fær Sigur Knússon? Það er til markhrópsins og er áberandi og auðlesanlegt. Það er spennandi og þið komið inn á afskaplega marga þætti og ég er mjög ánægð með að þið segðu líka á ensku af því það er dálítið markmið okkar. Svo kynna maður.